Já, sagan sem ég með í dag ber yfirskriftina Guð svarar líka litlum bænum. Það var dálítið merkilegt sem skeði í gærkvöldi, sagði sú leið og hún braut saman smá blað og lét í umslag. Við unnum báðar sem sjálfboðaliðar á sjúkrahúsi, ég, Goldi, sem segir söguna, og sú. Ron, barnabarni mitt, bað mig að sýkka gallabuxurnar sínar, útskýrði sú. Það var slæm vinna fyrir augun. Hún var með augsjúkdóm sem fór versnandi. Mér tókst að spretta upp saumunum, en þegar kom að því að falda að nýju, þá sá ég ekki til þess að þræða nálina á saumavilni. Ég vætti endan á þræðinum og gerði margar árangurslausa tilraunir með nálina áður en ég gafst upp. Þetta var vonlaust verk. Það var engin heima til að hjálpa mér og Ron ætlaði að vera í buxunum í vinnunni daginn eftir. Í örvæntingu minni sagði ég upphátt. Drottinn hjálpaði mér. Og svo ýtti ég leið þræðinum að nálinni og hann fór beint í gegnum augað. Ég gat bara ekki trúa þessu. Ég var svo glöð og eftir smá stund var önnur skálminn búin. Og ég byrjaði á hinni. En aftur vætti ég þráðinn og ýtti honum að nálinni. Og reyndu aftur, sagði ég við sjálfa mig, en það var vonlaust þegar ég sá ekki einu sinni augað á nálinni. Döpur í bragði bað ég, Drottinn, geturðu gert þetta fyrir mig aftur? Og ég ýtti þræðinum að nálinni og hann fór í gegn eins og áður. Ég var undrandi, en gat vart hreyft mig. Ég veit að þú trúir þessu ekki, Goldi, en þannig var nú þetta. Hefði ég verið heima hjá sú þetta kvöld, hugsaði Goldi, hefði hún getað beðið mig að þræða nálina fyrir sig, ekki bara einu sinni, heldur mörgum sinnum ef nauðsyn krefði. En vegna þess að hún sneri sér til besta vinar síns með vandamál sitt, þá skammaðist hún sín. Hún hikaði við að tala það ef skekinni að ég gerði gys að henni. En það ekki þannig sem flest okkar bregðumst við þegar við byggjum Guð að gera eitthvað smávægilegt fyrir okkur. Við ætlumst til að hann fyrirgefi okkur misgerðir okkar. Við ætlumst til að hann lækni okkur þegar við erum sjúk. Sjái okkur fyrir daglegum þörfum og haldi verndarhendi sinni yfir okkur á ferðum okkar. Hann hefur lofað að gera allt þetta fyrir okkur og við hikum ekki að gera tilkall til loforða hans. Í Jesaja 1. kaflanum á 18. versi stendur, þó syndir yðar séu sér skallat, skulu þær vera hvítar sem mjöll. Og í 5. kafla í Jakobsbréfinu, 14. og 15. vers, sé einhver sjúkur yðar á meðal, þá kalli hann til sín öldungasafnaðarins og þeir skulu smyrja hann með olíu í nafni Drottins og biðjast fyrir yfir honum, trúarbænin mun gjöra hinn sjúka heilan. Og í Mattheus 7. kafla, 31. til 33. vers, segir, því ekki áhyggjufullir, hvað eigum við að éta eða hvað eigum við að drekka? Hverju eigum við að klæðast? En leiti fyrst ríkis hans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður að auki. Við væntum þess að Guð leysi úr öllum okkar stóru vandamálum. Hvers vegna getum við þá ekki eins trúað honum fyrir hinum smærri vandamálum okkar? Hvers vegna snúum við okkur ekki til Guðs þegar við eigum í erfiðleikum í stað þess að reyna sjálf að leysa úr þeim?
þar sem hann er svo fús að bera byrðar okkar? Er það vegna þess að hann verður að stjórna alheimi að við viljum ekki ónáða hann með smámunum okkar? En Guð er fús til að hjálpa okkur með litlu vandamálin, jafnt sem þau stóru. Hann segir að við séum augasteinar hans og hann veit hvað hárin á höfði okkar eru mörg. Ég þekki konu sem talar upphátt við Guð á meðan hún vinnur heimilistörfin. Auðvitað heldur hún ekki upp stöðugum, fánýtum samræðum, en þegar erfiðleikar steðja að, þá snýr hún sér til hans til að fá ráð, eins eðlilega og hún myndi biðja jarðneskan vin. Þegar eitthvað gott hendir hana, færir þessi kona Guði þakkir. Hún segir honum frá skemmtilegum atvikum og henni finnst hann brosa við sér. Þau ganga saman blómagarðinn og hún þakkar honum fyrir fögrublómin og ræðir við hann jurtirnar á sama hátt og hún myndi gera við jarðneskan föður. Guð er raunverulegur og stöðugur félagi þessarar konu. Svo er önnur kona sem býður drottni að koma með sér þegar hún gerir innkaup. Hún ætlast nú ekki til að hann fari að þrefa verð, að hann leiðbeini henni með innkaupin og minni hana á þarfir annarra barna sinna. Hann kemur oft í veg fyrir að hún geri óviturleg innkaup. Ég þekki mann sem biður áður en hann kaupir sér nýjan bíl og annar biður drottin hjálp til að velja sér ný föt. Uppskera biðjandi bónda bjargaðist vegna þess að hann fékk hugboð að uppskera daginn áður en eyðandi haglél gekk yfir héraðið. Prestur biður drottin að leiðbeina sér í daglegum störfum sínum og kemst þá að raunum að hann er að aka á ókunnu vegi og að berja að dyrum ókunnura einmitt á þeim stað þar sem hjálpar hans var mest þörf. Þetta fólk sem hafði trú mustaskorsins biður Guð að stjórna í öllum viðskiptum lífsins, hvort heldur í smáu eða stóru. En því miður er slíkt fólk sjaldgæft. Of mörg okkar segja, hvers vegna að vera ónáða Guð með þessu? Við getum þetta sjálf, en getum við það? Við segjum litlu börnunum okkar að Jesús sé ávallt með þeim og einlægri trú biðja þau hann hjálp í þeirra vandamálum, hvort sem það er að leita týndum hvolpi eða minna pappa á að kaupa nýja hornabaltakylfu. Hvers vegna getum við ekki verið eins og litlu börnin? Hvers vegna erum við undrandi þegar að Guð svarar bænum okkar varðandi smá hluti? Getum við ekki treyst honum fyrir smáu jafnt sem stóru? Fyrirgefur hann ekki litlar syndir jafnt sem stórar syndir? Jú, og aftur jú. Hann vill ekki aðeins vera okkur skjól og athvarf sem við getum flúið til þegar erfiðleikar steðja að. Hann vill vera stöðugur félagi okkar og hefur áhuga á að hjálpa okkur í öllum vandamálum hins daglega lífs. Við eigum að fela Guði allt og bæði smátt og stórt. Hann verður ekkert leiður á að hlusta á hinn margvíslegu vandamál okkar, né heldur mun byrðar þungi okkar bera hann ofurliði. Umhyggja hans nær inn á hvert heimili og umvefur hvern einstakling.